enn að bóka eða áskilja sér rétt til bókunar. Við göngum til annars liðar á dagskrá sem tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins lagningu sparkvalla við grunnskóla og Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, næstur á dagskrá. Nei, næstur á mælendaskrá. Tekur næstur til máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Við tókum okkur 3 tíma og rúman hálftími að ræða síðasta mál og hér komið annað mál sem ekki síður mikilvægt. En það svohljóðandi tillaga sem ég flytt hér fyrir hönd borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Borgarstjórn samþykkir að haldið verði áfram lagningu sparkvalla með gervigrasi við borgarrekna grunnskóla í borginni. Miða skal við að vellirnir verði upphitaðir, upplýstir og umhverfis þá verði boltagerði. Stefnt skal að því að slíkir vellir verði komnir á allar skólalóðir borgarrekinna grunnskóla eigi síðar en árið 2020. Einnig verði hugað að lagningu slíkra valla við sjálfstætt rekna grunnskóla. Þetta mál á sér ákveðna forsögu eins og fleiri góð mál og ég ætla aðeins að rifja hana hér upp og vona ég verð ekki sakaður að vera að festa mig í bjartri fortíð út af því. En þessi vellir sem hér ræðir eru eins og margir borgarbúar kannast við. Þeir eru sígrænir vegna þess að þeir eru á sparkvallastærð, þeir eru við borgarrekna grunnskóla þar sem eru yfirleitt stórar skólalóðir og þeir eru með gervigrasi. Þeir eru upphitaðir og þeir eru upplýstir. Raunin það besta sem völ á í slíkri vallarlagningu og fyrsti völlurinn var lagður árið 2002 og við Austurbæjarskóla og Réttarholtsskóla, ég man eftir á þeim tíma. Hugmyndin kom frá Knattspyrnusambandi Íslands, KSÍ, og þeir töluðu þá við sveitarstjórnarmenn út allt land og hvöttu þá til þess að koma upp völlum í sínum sveitarfélögum til þess að auka hreyfingu og íþróttaiðkun barna og unglinga. Og auðvitað eru þessi vellir mest notaðir í knattspyrnuna en það er þó mjög algengt að vellirnir séu notaðir til margra annarra leikja, enda hugmyndaflugi barna og unglinga lítil takmörk sett þegar kemur að leikjum. Þetta verkefni, þetta bara eitt af þeim verkefni sem ég held að borgin geti verið virkilega stolt af, hefur tekist vel en þessir vellir eru dýrir. Ég hygg að svona völlur kosti núna, getur ætla að sé ekki í kringum 25 til 30 milljónir króna og það sem gerir þá dýra alls konar búnaður í kringum völlin því að það var kostið að hafa þá upphitaða. Það er tölu mikla pípulagnir í kringum svona velli sem dýr, dæluhús og alls konar útbúnaður sem fylgir blessuðu vatninu og við erum auðvitað í einstakri stöðu með við mörgunum sveitarfélög í heiminum að hafa nóg að heitu vatni og við sjáum ekki eftir því til upphitunar slíkra valla þegar á þarf að halda. Og það er bara skemmst frá því að segja að skólastjórum og kennurum ber saman það að það sem þessi vellir hafa komið þá hafi notkun viðkomandi skólalóðar hafi jafnvel margfaldast og þetta er aðalaðdráttaraflið á vellinum og það er mjög algengt að minnsta kosti á skólatíma þá er völlunni skammtari, svo má segja. Það er sem sagt það skipta milli bekkja hvenær þeir hafa aðgang að vellinu því að á skólatíma þegar skólinn er fullur af börnum og þau koma til frímínútur þá eru miklu fleiri sem vilja fara á þessa velli heldur en komast auðvitað svona á sama tíma. Og fljótlega þegar var að fara að leggja þessa velli þá kemur upp þetta ákveðna lúxusvandamál að það vilja allir fá völl og það gat vissulega verið strembið að þurfa að velja og hafna hvar næst þetta velja völl vegna þess að það var mikið beðið það að börnum við komum til skólum og foreldrafélögum og skólastjórum að fá næst völl. En þegar við sáum þegar menn sá hvað þetta var vinsælt þá þetta var reynt að spýta í og meiri sé að
þrátt fyrir erfið efnahagsáföll á sínum tíma og kreppu, þá var reynt að halda uppi dampi í þessum málum og á kjörtímabilinu 2006–2010 þá kannski var metslegið í lagningu þessara valla og þá var líka svo stefna mörkuð í ITR að þessir vellir, þeir kæmu, það er haldið áfram sleitulaust að leggja vellina af svo miklum krafti að þeir kæmu á endanum yrðu við alla borgarrekna grunnskóla og svo er líka litið til þess við sjálfstætt rekna grunnskóla þar sem því yrði viðkomið og hugsunin var auðvitað svo að þetta nýtist mjög vel á skólatíma en einnig þess utan og við sjáum að þetta er mjög nýtt innan sem utan hefðbundins skólatíma. Og hugsunin var svo með stefnumótunin að það yrði, já, eins og ég segi, haldið áfram sleitulaust að leggja vellina þangað til því var í lokið og það myndi líka standast að svona það leyti sem síðasti völlurinn yrði lagður sem átti reyndar að vera á síðasta kjörtímabili að þá væri komið viðhald orðið aðkallandi á elstu völlunum og þá yrði farið í það. Það hefur á síðustu árum þá hefur hins vegar dregið úr fjölda nýlagningu á þessum völlum og síðust árin hefur ekki verið neitt. Síðustu vellirnir voru lagðir 2014 og það var sem sagt engin völlur lagður 2015, engin 2016 og það stefnir í að engin slíkur völlur verði lagður 2017. Það finnst mér miður og rauninni ganga gegn þessari stefnumótun. Við ræddum málið hans í borgarráði daginn og það kom í ljós og ég heyrði ekki betur sem að það væri rauninni engin völlur á stefnuskránni nema völlur við Vesturbæjarskóla þegar að framkvæmdum við nýbyggingu skólans lýkur, þegar verið búið að reisa þá viðbyggingu sem reyndar hefur dregist úr hömlu, þá verða lóðaframkvæmdir að sjálfsögðu, þá að laga lóðina og hluta af lóðaframkvæmdunum í lokin verður þá að völlunum komið og ekki treysti ég mig til að segja nákvæmlega til það hvenær það verður, en það verður minnst kosti ekki ár og ég held ekki næsta ár heldur. Og mér hnykkti við vegna þess að ég held að það væri bara samstæða í borgarstjórnum það að drífa þessa velli áfram. Minnst að kosti svona 2–3 á ári, þá erum við lengi að ljúka þessu. Og staðan er svo að það eru ennþá 7 borgarreknir skólar þar sem slíka velli vantar og það eru eftirtaldir skólar, það eru Grandaskóli, Hagaskóli, Húsaskóli, Hvassalítiskóli, Laugalækjarskóli, Vesturbæjarskóli og Vogaskóli. Og ég held að það veri bara gott fyrir okkur að samþykkja slíka tillögu til þess að beina með því tilmælum til framkvæmdasviðsins okkar að setja þetta aftur á dagskrá og klára bara þetta verk. Það er auðvitað ekki gaman þegar svona aðstæði komið sem bara, já, við getum sagt að vantar þessa 7 skóla þannig að við erum sennilega komin með þetta er sennilega komið þá við rúmlega 30 skóla, kannski 32–33 skóla í borginni og það fer auðvitað eftir hvernig maður telur en ég held að það verið gengið frá þessum tíma þátt fyrir sameiningu skólabygginga. Ég heyri það, borgarfulltrúar hér telur maður upp Hvassalítiskóla sem er núna hluti af Háleitiskóla með sameiningunni við Álftamýrarskóla og það var skilningur minn og margra fleiri á sínum tíma og það var sérstaklega spurt það þegar þessi skóla voru sameinaðir af foreldrum hvort að slík sameining gerði það að verkum að slíku völlur kem ekki við Hvassalítiskóla og foreldrarnir fengu jákvæð svör hvað það varðar, það kæmi víst þannig völlur en það er töluvert langt á milli þessara skóla. Vellirnir eru ekki síður hugsaðir fyrir börn bara í viðkomandi hverfi sem leiksvæði heldur en viðkomandi skólalóð og ég held að veri bara gustungaverk að samþykkja það er okkar skilningur hér í borgarstjórn og með slíka skýra tillögu sem færi til framkvæmdasviðsins þá held ég að það verði hægt undirbúa það að í næstu fjárhagsáætlun, auðvitað verið æskilegt að veri lagður völlur í sumar einhvers staðar en við næstu fjárhagsáætlun þá var að minnsta kosti fjárveiting fyrir 3 slíku völlum og það liggur fyrir forgangsröðun sem þetta á fyrir 8 árum eitthvað slíkt þá
þá var eins og nú, þá voru fleiri vellir eftir og það var hart barist það milli skóla og viðkomandi hverfa hvaða völlur þetta koma næst. Og þá fengum við Íþróttabandalag Reykjavíkur, eða knattspyrnuráð Reykjavíkur, þess aðila til þess að meta þetta fyrir okkur og rauninni og þeir skiluðu plaggið til borgarinnar þar sem þeir forgangsröðuðu eftir það sem þeir töldu miðað við hverfi og fjölda í hverfi og hvar vellir var nú þegar komnir, hvar væri mikilvægast að leggja næst, og það var svona ákveðið að hafa þetta plagg til hliðsjónar, þó auðvitað líka reynt að gera þetta meðfram öðrum framkvæmdum við komum til skólum og svona. En nú er þess að komið að því og því miður, stefnir í það ef engin völlur verður lagður í ár og þá er komið 3 ára hlé á lagningu þessara valla, og það er líka svo komið að það er komið, eins og spáð var, það er komið töluvert viðhald á gömlu vellina og það er byrjað að skipta gervigras á þeim, að minnsta kosti en það var ekki hægt að bíða lengur með þá að skiptum á þeim elstu. Og svo kemur þetta líka inn í gúmmídekkjakurls, úrgangsdekkja gúmmísumræðuna sem við tekið nokkru sem hér í borgarstjórn, að það var talað að það var ekki að bíða lengur. Við samþykktum þá fjárveitingu í borgarráðum daginn að það fari 50 milljónir í ár og síðan stefnt að 50 milljónir næsta ár, samt að 100 milljónir í að skipta velli sem með þessu kurli. Við viljum verða að vafa börnunum í hag, en mér finnst það, og sjálfsögðu styðjum við það og það er bara hið besta mál að gera það, enda mál sem við sjálfstæðismenn tókum fyrst upp og fluttum tillögur En mér finnst verra að þessar nýlagnir sitja á hakanum. Og þetta er eitt af þeim málum sem ég segi fyrir mig þegar maður heimsækir skóla hér í borginni sem menn eiga eftir, ég heimsótti til dæmis Laugalækjarskóla í síðustu viku, þá er þetta málið sem kemur eiginlega fyrst upp hjá unglingunum, að þeir bíða eftir og spyrja af hverju erum við ekki komnir með öll eins og næsti skóli eða aðri skólar. Þannig að ég held að við höfum að hlusta á þessar raddir og verða við þessu og ætla ekki að dæma kannski í hvaða röðin, það er bara að fara þá sennilega til forgangslistanum gamla eftir sem hægt er. Og síðan er líka mikilvægt að hafa í huga að hugaverða lagningu slíkra valla við sjálfstætt rekna grunnskóla í borginni. Þeir eru nokkrir og mismunandi sveitsettir. Sumir eru reyndar svo nálægt borgarreknum skólum að það má deilum hvort það sé þörf á því, að minnst kosti verða ekki í forgangi að setja slíkan völl hjá sjálfstætt reknum skóla sem er nálægt borgarreknum skóla. Það geti verið samnýting að ræða, en það eru tímalaust samt ákveðnir skólar sem eru þannig staðsettir og eru í það fjölmennu hverfum að þeir verðskulda alveg að fá börn í þeim skólum réttlætt að verðskulda alveg að fá slíka velli eins og börnin í borgarreknum skólunum. Og borgarveitur á góður, ég held að þetta sé bara, þetta sé eitt af þessum málum sem við erum alveg sammála og ég held að væri búið að móta stefnum þetta er bara gert og þetta er gert með samfelldum hætti. En nú stefnir að það verði 3 ára hlé, ekki með einhvern sameinast að reyna að leggja völl í sumar. En að minnsta okkur telja að það sé mikilvægt að við samþykkjum þessa stefnumótun og svo bara farið þetta inn í fjárhagsáætlun næsta árs og við bara þá eftir nokkur ár verðum búin að ná þeim áfanga að þessir vellir verði komnir við alla borgarreknaskóla í borginni. Já, þá hefur Kjartan Magnússon borgarfulltrúi lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi var óskað eftir því að koma upp í andsvör. Það er borgarfulltrúi Sigurbjörn Blöndal. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Já, þessi tillaga, hún er góð gegn fyrir það sem hún er. Ég er reyndar að viðurkenna að ég finn ekki fyrir jafn miklum þrýstingi og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon varðandi þessa sparkvelli, en alveg rétt er og nýst vel og eru bara ágætis mál. Það sem að ég hins vegar skoða, það er auðvitað kannski ágætt að nefna það að við erum auðvitað með hér plan endurnýjun skólalóða og í einhverju tilvikum getur þetta komið inn í það.
En, já, ansið nöndskammtaðu tíminn. En það sem hins vegar vefst nú aðeins fyrir mér hérna varandi þetta er að það er auðvitað fylgir þessu ekkert engin kostnaðaráætlun og sérstaklega þegar er búið að bæta inn þessum sjálfstæðið starfandi skólum sem jafnframt alveg óljóst hvað eiga að vera margir að þá myndi ég upplifa ef ég samþykki þessi tillögu bara eins og kemur fyrir hér þá myndi ég bara upplifa blank check. Það er að segja, var að gefa út óútfyllta ávísun og það er óþægilegt. Þannig að ég bið nú borgarfulltrúann komir upp og aðeins að fara yfir með okkur hvað hann telur að kostnaðurinn við þetta sé og hvað hann telur að þetta séu margir sjálfstæðir skólar sem við værum hér að samþykkja að væru hér undir og já, það er gott að byrja á því allavega. Svo tek ég þetta lengra í framhaldinu. Og verið Sigurður Björn Blöndal borgarfulltrúi lokið við að veita andsvör og Kjartan Magnússon hefur óskað eftir að svara andsvari borgarfulltrúi. Já, forseti góðir borgarfulltrúar, ég þakka bara fyrir ágæta viðtökur Björns Blöndals borgarfulltrúa, ágæta viðtökur minnst með við hvernig hann tekur yfirleitt málum frá okkur og það er alveg rétt, þetta kostar og ég nefndi hér áðan og sko þeir kosta misjafnlega en ég nefndi hér áðan að það væri algengt að þeir kosti á bilinu 25 til 30 milljónir króna. Ef við tökum bara hærri töluna og markvöldum hann með 7 þá erum við 210 milljónir sem við getum svona gengið út frá. Þetta er kannski ekki sama stefnumótun með sjálfstæðstekna grunnskóla. Það er alveg ljóst að sumir þeirra eru þannig í sveit settir að það er ekki hægt að leggja slíka velli hjá þeim og ég nefndi það líka áðan að það þarf að taka tillit til þess að það sem sjálfstæðstekinn skóli er nálægt borgarreknum skóla sem er í mörgum tilvikum þá kannski þurfi það ekki. Þetta er rauninni bara svona skoðunarákvæði, felur enga skuldbindingu í för með sér. Þannig að við erum talað um 7 borgarrekna grunnskóla, ég myndi segja að kostnaður hámarki 210 milljónir og það er gert ráð fyrir að þetta dreifist á einhver ár. Þannig að ég held að hér sé ekkert einhvern blank check að ræða og vona að það verði ekki notuð sem ástæða til að vísa þessari tillögunni í einhverja rangala. Því að auðvitað vitum við það að meirihlutin hefur oft komið með einhverja tillögur hingað og samþykktar og við minnihlutum alveg tekið þátt í því án þess að liggja einhver nákvæm kostnaðaráætlun fyrir. Já, Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, lokið við að svara andsvari og Sigurður Björn Blöndal, borgarfulltrúi, veitir andsvar öðru sinni. Já, forseti ágætu borgarfulltrúar, já, ég held að við þurfum nú aðeins að skoða þetta betur. Það er þarna liggur fyrir að það gætu verið í alltaf 210 milljónir í þessu 7 velli og síðan algjörlega óljóst hversu margir sjálfstæðu skólarnir væru. Þannig að ég allavega fyrir mína parta meta þannig að þetta mál þurfi frekari skoðun. Þurfum að vinna bara út úr því hvernig það harmonerar við þá áætlun sem þegar liggur fyrir endurgerð skólalóða og sé ekki að, já mér sýnist að sé langt skynsamlegast að vísa þessu bara til meðferðar borgarráðs, málið í sjálfu sér ágætt og við fáum betri skoðun á því nákvæmlega hvað við ætlum að gera þar. Þá er Sigurður Björn Blöndal lokið við að veita andsvar öðru sinni og andsvari svara Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, meirihluti ræði þessu auðvitað eins og öðru en mér finnst verra að þurfa að vísa inn til borgarráðs. Mér finnst auðvitað betra að tillagan sé samþykkt hér. Þetta er alveg dæmigerð tillaga sem felur í sér stefnumótun sem er alveg sjálfstæð borgarstjórn samþykki hér. Við vitum nokkuð hvað þetta kostar, við vitum að þetta mun fara fram úr því, þetta mun dreifast á nokkur ár og minnst eitthvað svona fyrirsláttur líki því að vísinni eitthvað vegna þess að við höfum alveg, það hafa alveg verið afgreiddar hér tillögur sem maður veit ekkert, sem meirihlutinn hefur komið og maður veit ekkert hvað kostar. Ljóst að eru þá miklu hærri uppar að tefla en hér eru lagðar fram og þær hafa bara verið oft samþykktar sko. Og varðandi endurgerð skólalóða, það er þetta ágætispunktur sko sem við ræddum á sínum tíma að það var rætt á sínum tíma, þetta fylgdi endurgerð skólalóða og var helst ekki gert nema bara skólalóða var endurgerðar í leiðinni. En við vitum það að endurgerð, borgin stendur með miklu metnaði að endurgerð skólalóða
Við vitum að þær eru dýrar, skólalóðir, þær kosta frá 70 milljónum upp í 200-250 milljónir. Við vitum að margar skólalóða og grunnskóla í borginni kostar upp undir 200 milljónir. Það er unnið að miklu metnaði. Við vitum að það gerist mjög hægt og þess vegna var einmitt tekið svo ákvörðun sínum tíma, 2007 eða 2008 ef man rétt, vegna þess að það var svo mikil ásókn í að fá þessa battavelli, þessa sparkvelli, að við vissum að við myndum aldrei geta fyllt þessum óskum eftir með því að gera þetta samhliða endurgerð skólalóna sem var miklu dýr og þess vegna tókum við þessa velli út fyrir sviga og beittum okkur fyrir því að vellirnir voru lagðir á ýmsar skólalóðir þó að skólalóðirnir var ekki teknar leiðinni. Þetta var aðferð sem gafst mjög vel vegna þess að þetta var sá einstaki þáttur í viðkomandi skólalóð sem var oftast beðið og þessi hefur verið fyllt síðan. Það hefur oft verið lagðir vellir á skólalóð þó að skólalóðin sé látin bíða og verið tekið samkvæmt einhverju plan árið 2025 eða eitthvað slíkt. Þannig að eins og sem mörgum málum þá þarf lagning battavella ekki að útiloka það að þessi fari í endurgerð skólalóðarinnar og þarf ekki endilega að fylgja henni í sjálfu sér. Þá hefur Kjartan Magnússon borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari. Þá hefur Sigurður Björn Blöndal borgarfulltrúi beðið að gera stutta athugasemd. Svara andsvari. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Já, eins og ég segi, ég menna þetta er ágætis tillaga, ég menna þessi battavellir bara nýst ágætlega og ekkert í viðbrögðum borgarfulltrúans Kjartans Magnússonar sem að gera það verkum að ég telji ekki skynsamlegra að skoða málið betur áður en að við ákveðum nákvæmlega hvernig við förum með það. Kostnaðurinn er ekki algjörlega ljós og vissulega má böl bæta að benda á eitthvað annað en á stundu sagt en það er svo sem ekki til nefndar sérstaklega fyrirmyndar og vaninn nú sá þegar við erum að koma inn með tillögur með hlutin og við erum að hafa nokkuð ljósa mynd af því hvaða kostnaður getur hlotist af og ég held að það væri skynsamlegt að gera það í þessu tilviki eins og öðrum. Þannig að við legg til að við vísum málinu til meðferðar borgarráðs. Já, þá er Sigurður Björn Blöndal borgarfulltrúi lokið við að gera stutta athugasemd og næstu tekur til máls borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil nú bara þakka fyrir þessa tillögu. Hún er prýðileg en tekur undir málsmeðferðina sem hér er lagt til. Málið farið til borgarráðs, ekki síst í því ljósi að við erum nýlega búin að fjalla 5 ára áætlun endurgerð skólalóða. Margar þær lóðir sem hér voru nefndar eru á því plani. Þannig að mögulega allnokkuð af því sem hér er nefnt þegar inn á áætlun. En þetta mun bara skýrast í meðförum borgarráðs. Þannig að ég held að það máli sé í réttum farvegi þar. Borgarstjóri lokið máli sínu og Kjartan Magnússon borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að koma upp í andsvar við ræðu borgarstjóra. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka borgarstjóra bara fyrir eins og formann borgarráðs að taka ágætlega í þessa tillögu og er bara full þess að vonandi að hún verði að veruleika með einhverjum hætti þó ég telji bara að fara betur á því að samþykkja hana hér í borgarstjórn. Borgarstjórn er æðsta vald í málefnum borgarinnar. Við eigum að setja okkur inn í svona mál og við eigum að samþykkja þau en ekki vísa alltaf málum til borgarráðs. Það er bara nokkurn veginn ljóst hvaða kostnaður liggur hérna fyrir. Þarna er verið að leggja til fyrst og fremst borgarrekna grunnskóla og það eru þá 210 milljónir að núvirði og getur dreifst á nokkur ár. En að því borgarstjóri kom inn að það hérna að við hefum verið nýlega að ræða 5 ára áætlun varðandi endurgerð skólalóða í borgarráði sem er alveg rétt, að það var ekki síst vegna þeirra yfirferðar sem við kusum að taka málið upp hér í dag. Vegna þá komum við fram í umræðunum að frá fulltrúa framkvæmdadeildarinnar að það væri í rauninni ekki aðrir vellir á áætlun heldur en völlur Vesturbæjarskóla sem ætti að koma þegar lóðaframkvæmdum yrði þá lokið þar vegna viðbyggingarinnar og þá fannst okkur 6 aðrir borgarreknir grunnskóla liggja óbættir hjá Garði og vildum einmitt bara gera það þá með skýrum hætti að það verði þá stefnumót í hér að við ætlum að ljúka við alla vellina á næstu árum sem eru þá 7 talsins við borgarrekna grunnskóla.
hafi Kjartan Magnússon lokið við andsvör. Umræðan telst lokið. Hér er komin upp málsmeðferðartillaga að vísa tillögu Sjálfstæðisflokksins til borgarráðs. Þið ykkar sem samþykkið það gefið merki. Einhver á móti. Tillagan samþykkt með 9 greiddum atkvæði og 1 mótatkvæði. Við göngum til 3. liðar á dagskrá.